Í dag langar mig aðeins að ræða eitthvað sem heitir orkuvísir og nýyrði hjá Orku náttúrunnar. Ástæðan fyrir að við ætlum aðeins að taka spjall í dag, þetta er nýjung hjá okkur og það er náttúrulega nýbúið ekki nýbúið, það er búið að vera að vinna í því að innleiða snjallmæla í mörg hús og bæði veitur og hávaðsveitur og fleiri eru að setja þetta upp. Þannig að hér kemur nýjung sem við erum að fara að nota og ég hef rætt nokkru sem við hvernig þetta virkar og þetta er alveg töluverð breyting á markaðnum og það er kannski gaman að fá aðeins að heyra hvað er að gerast á markaðnum hjá okkur núna og almennt bara. Já, þetta er nefnilega töluverð breyting og það er mikið búið að tala snjallmælana og innleiðingin og útskiptin á þessum mælum hefur staðið yfir núna í nokkur ár og við erum að komast á þann stað að við getum farið að nýta þessa snjallmæla og að því að segja þetta sé mikið breyting á markaðnum þá er þetta hellingsbreyting og sumir hafa verið að líkja þessu við breytingarna sem eru á símamarkaðnum fyrir 11 árum þegar þú fórst að greiða fyrir gagnamagn og fara í frelsis símanúmer og þess áttar sko og að því það sem er að gerast núna er að við getum farið að rukka fyrir raunnotkun bara niður á klukkutíma. Að því að ef við rifjum að upp hvernig þetta er og hvernig þetta hefur verið þá hefur verið að lesa af mælunum og fólk þekki þá fyrirkomulag og það er gert einu svona ári eða oftar og eftir það er áætlað á því hvað þú ert að nota raforku allt árið en eins og raforkan er að þú nota bara mismikið og svo ert að fara rafbíl á heimilið og þá breytist notkunin og því fylgir uppgjörsreikningar og þetta var bara, þetta var ekki mjög þægileg til að nálgast þennan markað sem er að selja raforku til heimila og fyrirtækja. Þannig að snjallmælarnir gefa okkur þann kost sem við erum að gera með orkuvísunum að fara að rukka þig bara fyrir þessa raunnotkun sem að þú nýtir. Þannig að uppgjörsreikningarnir sem að margir hafa lent í eru bara eiga hverfa núna. Já. Og sko væntanlega er þetta, þetta er nýjung hérna á Íslandi en þetta er náttúrulega ekki nýjung eins og í Evrópu. Ég meina þetta er bara, við erum svolítið að fylgja því sem hefur verið gert þar lengi, það ekki rétt? Jú, klálega. Já. Og þeir sem að fylgst með þá er það svokallaður spotmarkaður, þar sem að breytingarnir geta verið bara innan klukkutímans. Já. Og þannig að við erum ekki fyrst með þetta en þetta er svona tiltölulega nýtt hér á landi. Já. Og að því að þetta byggir á því að þessi snjallmælar fara að skila gögnum og þetta er búið að vera risaverkefni að koma þessu fyrir á heimilunum þannig að þetta sé hægt. Og að því þú segir, þetta er breyting, svona fyrir mig sem bara kaupi rafmagn. Hvernig er hegðun mín að fara að breytast með þetta? Hvað er ég að fara að sjá öðruvísi? Hvernig er þetta að virka fyrir mig í raun og veru? Raforka eru þetta bara misdýr eftir í hversu mikið álag er á kerfið og við þekkjum öll umræðina raforku öryggi og er nóg rafmagn til á landinu bara til að til dæmis stuðla orkuskiptum í samgöngum með rafbílunum og álagið er mjög ólíkt eftir klukkutímum per dag og líka bara eftir hvort það sé sumar eða vetur. Er kalt úti eða eru rafbílarnir eyða miklu rafmagni eða bara breytileikinn er mjög mikill. Og eðli okkar er að við komum heim úr vinnunni og setjum bílinn í samband og þvottavél og setjum allt í gang þegar við komum heim úr vinnunni og þá er þetta bara álagið mikið og þá í eðli sínu er raforkan dýrar á þeim tíma. Og það sem við gerum er að við erum að stilla verðið eftir tímabili dags og svo erum við líka með mismunandi verð á milli sumar og vetur sem að hefur ekki þekkst hér á landi áður. Þetta er svona ný nálgun og með þessu erum við svona að setja eins yfir á líka notandan að hugsa hvenar þú ert að nota rafmagnið. Það er hagkvæmt að nota það þegar álagið er minna, til dæmis á nóttunni og helgar. Þannig að nú erum við svona bara að ná því að raforku, bara þú getur haft áhrif á þitt verð bara með ábyrgri notkun. Þannig að ég á rafmagnsbíl, þannig að fyrir mig er mjög skynsamlegt við hlaðan það er að setja henni samband yfir nóttina. Já, nákvæmlega. Klukkan 11 þá bara hefst svokallaður nætutaksti og þá ertu bara að borga minna til að hlaða rafbílinn eftir á þeim tíma. Þannig að frá 11 til 7 þá ertu að borga bara lægra verð fyrir raforkuna. Og ég get náttúrulega farið þá á þvottinn og svona líka eftir klukkan 11. Svo er þetta akkurat og verður bara svona, já, þú ferð að hugsa hvernig þú ert að haga þinni notkun. Og þetta er auðvitað líka, við erum svona líka aðeins að höfða á að þetta þarf að vera
þú þarft að finna til ábyrgðar að þú ert að taka þátt og ef þú ert með ábyrga notkun á hvernig þú ert að hegða þinni raforkunotkun þá bara það hagkvæmt fyrir þig. Þannig að það skila sig bara í veskið. Ég get lækkað reikningi minn og með því að hlaða bílinn sérstaklega nóttinni. Það er svona kannski lykil stærð. Hvernig sér þú þróuna fyrir með þennan markað, þú veist, bæði hjá Orku náttúrunnar næstu mánu og alveg inn í næstu ár? Hvernig sér þú þetta fyrir? Það sem við sjáum fyrir okkur er að þetta er bara fyrsta skrefið í átt að þessum nýja tíma, þessum tímamótum, ef við vera svo hátíðlega og kallaða það, að nú erum við bara að rýna gögnin, við erum að bjóða þetta og núna 1. maí þá vorum við að lækka verðskrána okkar, sem er nú kannski ekki alltaf í fréttunum að það sé að lækka raforkuverð, þannig að breytilegi taxtinn okkar lækkað tæp 12% og verður það alveg út sumarið. Og það sem við sjáum er að við munum bara rýna þetta og vonandi bara gera þetta þannig að hvert og eitt einasta heimili getur nýtt sér þessa nýju leið hjá okkur. Og ef við horfum aðeins til lengri tíma þá munum við örugglega sjá að þetta verði bara raforkutaxtinn okkar, ekki þessi hefðbundna fasta verð sem við höfum þekkt hingað til. Já, það verður bara svona breytanlegt verð. Já, en það sem er kannski eitt í þessu er að við erum raforkusalinn, en raforkusalinn er með 1/3 af heildar kostnaðarverði rafmagns til heimila og fyrirtækja. Þannig að næsta skref er líka að sjá að dreifiveiturnar komi inn og bjóða upp á sambærilega lausn. Af því að þar kemur líka hagkvæmnin inn fyrir heimilin og það er í næsta skref. En hérna því þú segir að nú erum við að lækka taxtaruna yfir sumarið. Af hverju getum við lækka taxtan yfir sumarið? Hvað er það sem veldur því að við getum lækka taxtan? Það sem gerist er bara með herra hitastigi og við hugum okkur öðruvísi aðeins yfir sumarið, förum í sumarfrí og annað, það er bara minna álag á raforkukerfið. Þannig að bara ef við tökum rafbílana til sem dæmi að þá getum við munið allt upp í 50% á eyðslu rafbíla yfir sumarið og á veturnar. Þannig að þetta er bara tengt markaðsverði á raforku. Það er bara þegar minna álag og þegar að raforkuverði er lægra á markaði þá erum við endurspegla það til viðskiptavin okkar. Og núna getum við séð þetta bara niður á klukkutíma þannig að þetta er ekki byggt á áætlunum eins og áður. Þannig að þetta er bara skilvirkara og skila sér líka bara í ábyrgari notkun eins og ég nefndi til að byrja með. Sem er náttúrulega það sem við viljum líka. Sem er lykillinn að þessu. Já. Af því að það sem er og við höfum gert tilraunaverkefni til dæmis með hleðslukerfi á heimilum, hleðslustöðvar heimilum sem heitir Hlöðum betur, sem þetta er að sjá einmitt á heimasíðunni okkar. Að þar sjáum við bara hversu mikið munar þegar við getum fært sem dæmi hleðslu rafbíla yfir á nóttina þegar það er minna álag. Þá sjáum við bara hvað við getum minnka álagi á kerfið. Og rafbílar eru nú 10–11% af heildarfjölda bíla og þegar að rafbílar verða orðnir vonandi 100% af okkar flota eftir einhver ár að þá er þetta bara mjög mikilvægt og það er bara gott að byrja á þessu og sjá og læra og þá erum við bara tilbúin í framtíðina. Þegar að við sjáum svona í nánustu framtíð að fjölgum bíla og ef við sjáum fram á það að allir fara heim og hlaða kl. 5, 6, 7 á daginn, hefur þetta áhrif á dreifiveiturnar líka? Hvernig sér það fyrir þér? Það gerir það að því að ef við náum að dreifa því að við séum ekki hlaða allar rafbíla á sama tíma, að þá er minni þörf á að byggja upp öflugri kerfi til að ná þessum afltoppum sem munu verða til framtíðar. Að því að rafbílarnir eru mjög orkufrekir og það mun reyna á kerfið. En við getum og höfum séð bara með þessum rannsóknum að ef við náum að dreifa þessu yfir á þann tíma sem er minna álag, að þá er minni þörf fyrir að mæta þessum afltoppum og afltopparnir verða bara minni. Já. Og það er held ég bara mjög mikilvægt verkefni og þetta er bara held ég bara góð leið til að mæta og byrja að undirbúa okkur fyrir framtíðina. Hvernig sér þú næstu 5 til 10 árin? Hvernig sér þau fyrir hvað er að fara að gerast hérna á Íslandi í okkar hegðun? Í okkar hegðun? Þetta fyrst, ef við snúum að hleðslumálunum að þetta viljum við sjá að bæði ríkisstjórn og neytendur haldi áfram þessari vegferð að fara bara á fullu þunga í orkuskipti í samgöngum. Þetta er auðvitað bara, rafbíllinn er bara frábær valkostur fyrir okkur á Íslandi sérstaklega. Þannig að ég ætla að vona bara að við munum sjá áfram þessa þróun og vonandi bara verður ennþá meira bara ýtt við eins og bílaleigum
og vöruflutningum og rútum sem þetta bara næsta skref í þessum orkuskiptum. Varðandi raforkuna, þá þetta gríðarleg raforka sem þarf til að stuðla að þessum orkuskiptum og þá eru þessi breytilegu taxtar bara mjög mikilvæg til að stýra þessari hegðun okkar og við verðum meðvitaðir bara hvað þetta að því að þegar við förum að horfa á þetta og við erum komið rafbíl og velta fyrir okkur að þá kynnumst við kílóvattstund sem að við tölum mikið hérna í þessu fyrirtæki en svona almennt fólk veit ekkert hvað Þannig að ég held að bara vitundi verður meiri, fólk verður bara meira meðvitað hvernig það nýtir raforkuna, nýtir hana af ábyrgari hætti, verður skynsamari og þetta bara búið að breyta svo mikið bara síðustu 2 ár sem ég hérna, þannig að verður bara gaman að sjá og taka þátt í þessari vegferð sem við erum að fara í. Ertu bjartsýnn á að orkuskipti í samgöngum náist eins og? Já, mjög svo. Alveg klárlega.